Menntaskólinn á Akureyri er skóli mikilla hefða. Til að mynda skólaár skólans frábrugðið því sem tíðkast hjá öðrum skólum, en það stendur frá miðjum september til 17. júní. Það kom fólki í opna skjöldu þegar tilkynnt var breytingar á þessu fyrirkomulagi. Jón Már Héðinsson er skólameistari Menntaskólans. Fyrst og fremst það breytingar á þann hátt að við byrjum með 30 ára sveigjanleg námslok, tökum sem sé upp þær breytingar sem ráðuneytið hefur unnið að og við með ráðuneytinu eins og aðrir framhaldsskólar. Þannig að við verðum með 30 ára og þá möguleika á sveigjanleikum í námslokum. Nemendur geta lokið námi sín á 3,5 eða 4 árum. Það eru meginbreytingar sem eiga sér stað í Menntaskólanum á Akureyri og muni hafa heilmikil áhrif á skólann og skólastarfið og við erum að keppast við að gera þetta á þann hátt að þetta verði sem öflugast stúdentspróf sem við stýrum nemendum okkar, þannig að þeir komi vel undirbúnir nú sem fyrr inn í háskólanum af hvaða tagi sem er. Það eru meginbreytingarnar. Hvað kom til að þið fóruð af stað með þessar áætlanir? Það var fyrst og fremst vegna þess að það voru áherslur menntamálaráðuneytisins og menntamálaráðherra að skólarnir hefðu með sem meira samstarf og þeir, eða menntamálaráðherra og ráðuneytið hans, fullyrtu að það myndi ekki standa á fjárveitingum til þessara breytinga og því fórum við af stað. En ráðuneytið taldi sig vera með fjárveitingu fyrir þessu og okkur væri að þannig ekkert að vanbúnað að færa skólaárið til. Við lögðum af stað með það núna að vísu frekar seint eftir áramótin, eftir janúarprófin, tilkynnt við það að við myndum stefna því að byrja 29. ágúst næsta haust en vegna þess að ekki hefur tekist að afla þess fjár sem þarf til að breytingin geti átt sér stað, að þá eru líkur á því að við munum þurfa að fresta þeirri aðgerðum 1 ár. Þannig að byrja þá 2017 að næsta skólaár verði sem sé 2016 verði þá bara eins og verið hefur, en 2017 myndum við þá byrja 29. eða mánaðamótin ágúst-september. Tilfærsla á skólaárinu hefur ekki, eins og við stillum henni upp, hefur ekki áhrif á svona þær megin hefðir skólans, brautskráning áfram 17. júní, 1. des áfram eins og hann er og allar megin hefðir skólans rúmast inn í því og þarf ekki að taka þær upp með slíkri breytingu eins og við höfum lagt til. Viðbrögðin við því að ætla að breyta skólaárinu voru eðlilega blendin. Fyrst og fremst var það óþægilegt vegna þess hversu óvíst var lengi vel með fjármögnun á því. Þá má segja komum við, eða ég sem skólameistari, kom allt og seint fram með þá tillögu að breyta skólaárinu í upphafi vorannar. Viðurkenni það alveg og hef alveg tekið við þeim skömmum sem mér ber gagnvart því að koma svo seint fram með þá tillögu. En munu þessar breytingar hafa áhrif á nám við skólan? Nei, þetta mun ekki hafa áhrif á nám nemenda við skólan því að þetta er bara tilfærsla á tímatalinu. Þetta er ekki lenging eða stytting eða neitt fínlíkt. Lenging á skólaárinu átti sér stað í fyrra í tengslum við kjarasamninga. Þannig að það eru engar slíka breytingar sem fylgja þessari tilfærslu. Nemendur fara samkvæmt henni í próf, ljúka meginprófunum í lok desember. Það er náttúrulega þó nokkuð breyting og þarf að telja þá öðruvísi í taktinn í kennslunni. 30 ára skólinn hefur hins vegar áhrif á nám nemenda. Það verður stífari vinna þessi 3 ár heldur en er þá 4 árum því að við erum þó ekki að fækka einingum nema sem nemur 1 önn, ekki 2 önnum. Við kappkostum að hafa stúdentsprófið okkar áfram á þann hátt að það undirbúi nemendur vel fyrir háskólanám og nemendur úr menntaskólanum á Akureyri hafa staðið sig frábærlega vel í háskóla, komið vel undirbúnir. Þannig að við kappkostum að halda því
áfram.